Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kosta kjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Í þessum þætti ætlum við að kíkja yfir úrval af góðum sjónvarpsbrotum á þessu ári. Jæja, það aldeilis vænn afli hérna sem þú ert að landa. Já, þetta var ágætt í dag. 6 tonn. 6 tonn? Já. En hvað, er þetta búið að vera frekar erfitt síðustu vikur? Já, svona veðurlega séð. Það er búið að vera erfitt að eiga við það. Þannig að það var ekkert að fara að ná í fiskinn? Nei, það verið... Hvað er þetta á marga bala? Þetta eru 15 krókar, það eru svona 30-500 krókar ballar. Hvernig fiskur er þetta? Það eru upp í staðarið þorskur, bara mjög góðu þorskur. Og hvað er gert við fiskinn hérna? Er þið fastan aðala? Já, það er fiskvinnsla sem á bátinn, K&G hérna, Sandgerði. Og hvað? Bara flaggaði í fyrramálið og sendt út. Já, flaggaði í fyrramálið og sendt út. Þetta er bara sendt nánast spriklandi út. Já, nánast samdægus. Já. Hvar er það ná í þetta? Þetta var nú bara hérna stutt hérna fram að Sandgerði, hálftíma tím. Þannig það er lítið fyrir þessu haft núna? Já, mjög þægilegt. Já. Og hvað eru menn bjartsýnir á að þetta sé svona, já, gefi vonum að verði eitthvað betra á næstunni eftir erfiða tíð undanfarnar vikur? Já, við vonum það. Það fari að aukast fiskirið. Mars. Já, það líður á febrúar og svo mars og apríl. Við draugum þetta bara fljótlega eftir að leggjum þetta. Og það er svona? Já. Hvað þýðir það? Það er þá mjög mikið fiskir í eitthvað. Þurfum við ekkert að bíða eftir þessu nánast? Nei, stoppum stundum í 2-3 tíma. En í morgun stoppuðu ekki neitt. Ok. Er það ekki kjör aðstæður eins og maður segir? Jú, það er alveg ferskur, alveg nýr. Og hvað er þetta aðalega? Þetta er aðalega þorskur. Hvernig er stærðin á honum? Það þarf að spyrja um það. Þorskurinn er svona, ekki frá 4-10-15 kíló í dag. Jæja, við vorum að fylgjast með nýjum spriklandi línufiski komandi að landi. Hvernig vinnið þennan fisk sem var að koma hérna beint upp úr sjó? Og hann er bara flaggaður og í dag erum við að vinna inn á Írland og Kanada og einhverjir hnakkar fara inn á Frakkland. Þannig að það fyrir svolítið við það. Er misjafnt hvernig viðskiptavinir ykkar vilja fá fiskinn afgreiddan? Já, það er svona frekar, misjafnt eftir mörkuðum. Írani, þeir vilja til dæmis mikið með róð og beini, flökin heil. Já, flökin er svona Kanada, þá erum við að gera þetta rólaus beinusflök og Frakkarnir að taka bara rólusan haka, svona stykki. Er flugfiskur aðalmálið í dag? Já, ég held að. Það eru bestu markaðarnir og fær bestir í afurðina. Það er svona, það færst mikið vöxt í okkur að vera með flugfiskinn. Er ekkert lát á í rauninni vinsældum þessarar vöru? Eru útlendingar, vilja þeir endalaust kaupa þennan góða fisk? Já, það er þeir hérna, það er helst ef að kemur mikill fiskur frá Noregi eða öðrum ríkjum að þá hérna svona brensast aðeins hérna salan, en að öðru leyti er þetta bara mjög gott og helst inni sko. Hvað eru það að vinna hérna í fyrirtækjunni ykkur hérna í Sandgerði? Er þetta eingöngu flugfiskur eða hvað eru það að gera annað? Já, við erum að reyna að stýra öllu sem við getum í flug. Síðan erum við að taka sprautusalda svona stærstu flökin sem þorskflökin og síðan erum við að svona lausvista svona afurð sem við náum ekki að setja í flug. Og þið eru hérna í makrílum á sumrin eða eitthvað? Já, við höfum verið að setja bátan okkar á makríl og frista það, lausvista það vöru og selja þá annarkvort vestur hafið eða til Úkraínu þessar sem eru að kaupa þetta. Þið stofnið fyrirtæki 1998. Hvernig er svona starfsemin, hvernig gengur þetta hjá ykkur og hvað er það að framleiða mikið? Okkur gengur bara þokkalega vel. Við erum að framleiða afurðir úr 2000 tonnum á ári og
Og eru þið að kaupa það á markaðnum eða eru þið með eigin báta? Já, við erum með 2 báta, Darra E75 og Pálun Ágústsdóttir, GK1. Og þeir svona, allir við séum ekki svona cirka veiða 1000 tonn og kaupa 1000 tonn á fiskmarkaðum. Hver er það þá hagkvæmara fyrir ykkar rekstur að vera með eigin báta eða er þetta gott í bland? Þetta er mjög gott í bland og náttúrulega mjög gott að vera með eigin báta upp á það svona að reyna að minnka sveiflunar. Fiskverð á mörkuðum geta orðið mjög há og raun og veru kannski eiginlega útfram svona raunverulegt markaðsvirði fisks. En nú tíðin búin að vera erfið að undanförnu alveg frá því byrjun desember, maður heyri það á morgum. Hefur það ekki áhrif á svona rekstur eins og hjá ykkur? Jó, það er náttúrulega þegar hérna tíðin er sem búin að vera en samt hafa bátarnir geta komist alltaf skjótast á milli bræla og náða að koma með fisk í vinnsluna og þannig að það hefur lukkast vel sko. Þannig að þið hef ekki lent í vandræðum með að eiga ekki nægan fisk til að senda út? Já, þannig að það er svona tvisar gerist það núna í janúar en að öðru leyti náðu að skaffa bara þokkalega vel sko. Hvað með kvóta? Kvóti er eitthvað sem að Íslendingar í sjávarútvegi tala, þetta er eitt af lykilorðunum. Hvað hafið þið verið að fjárfesta í kvóta? Já, við erum svona á síðastliðnum 3 árum verið svona hægt og bítandi að bæta við okkur í krókaflamerkinu og það er svona alltaf, ég meina menn geta haft sitt álit á þessum kvóta en það er öllum frjálst að kaupa kvóta og hefja útgerð og þannig að ég segi sko að það er bara frjálst val, ég meina í hverju vilja menn fjárfesta og þetta fyrir sannarlega sama það sem við erum að gera, það er að reyna að minnka áhættuna og kannski líka við höfum ekki mikið náhuga að verða mjög stórir þannig að við náum að fjárfesta þannig í svona frekar þá í innviðum fyrirtækisins sem að hentar okkur og þannig að hérna. Hvað hafið þið verið að kaupa fyrir mikið kvóta? Já, það er, þetta sé ekki við núna komið bátar og kvótu svona vel á 2 milljarð sem við búin að síðastliðnum 3 árum og þannig að okkur er full alvara í þessu og kannski stundum hérna mætti umræðan sjávarútveginn vera jákvæðari og kannski meira markasvættari heldur en nokkuð tíman að vera að ræða endilega sko hver er að fara að veiða fiskinn sko. Þannig að þið eruð að halda upp í starfsemi þannig að þið horfið jákvætt á þetta gagnvart kvótanum að þið eruð að halda upp í atvinnu í þetta? Já, og erum að sko hugsa til framtíðar í þessu, algjörlega sko, til margra ára, en það gríðarlega stór fjárfesting. Hvað með starfsfólk? Hvað eruð með mikið af starfsfólki og eru þetta Íslendingar eða er þetta fólk sem hefur komið hingað og sækir í sig störf? Já, það er töluvert útlendinga, þetta eru Pólverjar og frá Filippseyjum og svona Íslendingar líka. Og hérna, við erum hérna svona hérna í Sandgerði erum við kringum 25 manns sem erum svona í þessari verksmiðju sko. Þannig að. Og síðan eru þið með rekstur einhvers staðar annars staðar líka? Já, svo eigum við KG keypti síðustu sumar öll hlutabréfin í útgerðarfélaginu Hvammi á Hrísey og þar erum við með svona kringum 13-15 manns í vinnu. Gaffið þið ykkar deild þar í rauninni fisk héðan? Já, þar fjárfestum við líka í kvóta og erum að halda þar vinnslu gangandi og þar er fiskurinn flaggaður og unninn og eins og ég sagði áðan að þá er þetta kringum 13-15 mann sem eru þar að vinna fiskinn og það bara gengur ljómandi vel. Það hlýtur nú að þurfa vakan nótt og dag til þess að halda úti 40 starfsmönnum á launum og láta þetta allt saman ganga? Já, kannski hefur verið svona meira fyrstu árin sem að var mikið vinnuálag á okkur bræðrum en svo náttúrulega eru við bara náttúrulega umkringdir mjög hæf og góðu starfsfólki sem eru að vinna með okkur alla daga og frábærum áhöfnum á báðum bátunum þannig að þetta dreifist nú mjög margar hendur. Þannig að þetta þið njótið ykkar vel í þessu umhverfi? Jú, þetta er alveg það sem við kunnum og getum og bara þetta hefur bara verið að lukkast mjög vel hjá okkur í gegnum árin og hérna svona hægur stígandi og bara við erum komin á þann stað í dag þar sem að ég hugsa margar dreymir þannig að við erum bara ánægð með þetta. Það er ekkert auðvelt fyrir unga menn í dag að byrja með rekstur í sjávarútvegi, eða það? Nei, það er hérna
Það eru svona kannski þröskuldur á mörgum sviðum, það eru dýr fiskurinn á mörkunum og það er náttúrulega kosta sitt að koma sér inn í kvótakerfið. Þannig að en það er alltaf leiðir og menn verða þá bara að byrja rólega og hægt og byggja sem bara hægt upp og ég myndi telja að samt væri hægt. En er ekki mikill kostur að vera með fyrirtæki hérna svona nálægt flugvöllunum þegar það er verið að senda svona mikið af þessu fest og í flugi? Jó, Sandgerði alveg frábær staðsetning. Þetta er hérna alveg við hliðina á fiskmarkaðnum, hérna nánast niður á bryggju, örstutt í flugvöllin. Það eru mörg önnur sjávarútvegsfyrirtæki á svæðinu sem að gera bara staðsetninguna mjög hentuga eða það eru mjög margir sama gera á sama stað og bara enn betri þjónusta og flutningskerfi hérna utan að landi bara mjög þjált og gott, þannig að þetta er frábær staður En eitt svona að lokum, það er farið að nýta allt eiginlega úr fiskinum. Það er sem sagt, hvað getur við sagt, svona það sem er að gerast núna þessa dagana, að vera að nýta allt úr fiskinum. Hvernig gerist þetta hjá ykkur? Jó, við náðum að við erum að náttúrulega hirða hrognin og lifrina og beinin eru seld og þetta er það nánast vinst 100%. Það er bara helst að ná að markaðssetja slori sem svona afgangurinn og það er helst að horfa til Grindavíkur og Kollland, það hefur komið og reyna að gera eitthvað business úr því. Og þetta er að fara til fyrirtækja hérna í nágrenninu? Já, lifrin er að fara hérna niðursjönda henni Sandgerði og beinin eru mikið að fara skinnfisk og Maggi Björgvins er að kaupa þorskbeinin og svo hrogni fara í hérna Royal Iceland, þannig að þetta er allt hérna innan svæðisins þannig að það er jákvætt. Þannig að þið haldið uppi merkjum Suðurnesja manna í sjávarútvegi og ætlið að halda því áfram? Já, svo sannarlega, það er bara rosalega gaman að vera í þessum geira og þegar vel gengur, þetta er bara mjög gaman og maður er stoltur af þessu að vera hluti af þessu í sjávarútveginum. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Þegar Jenny María Unnarsdóttir talaði að hana langaði að fara í flugnám hjá Flugakademíu Keilis á Ásbrú var henni sagt að hún fengi aldrei vinnu sem flugmaður, námið væri of dýrt og það væri ekkert að gera í bransanum. Hún ákvað að sýna hvað í henni bjó, kláraði námið með glæsibrag og stuðlaði að samstarfi flugskóla í Flórída og Keilis. Við hittum Jenny Maríu á heimili hennar í Reykjanesbæ. Ég fór í kynningsflug svona 16 ára gömul. Þá var ég alveg handviss að það ekkert annað í boði fyrir mig að gera heldur en að fara í flugnám. Það var hjá Keili og heillaðist mjög mikið af vélunum hjá þeim. Nýja vélar, nýr skóli, mjög framsækin flugskóli, allt í gangi hjá þeim og allt bara þvílíkri útþenslu. og já, það var alveg kveikjan að því að ég ætti bara alveg að drífa mig í þetta, þannig að ég dreif framhaldsskólann á mig af á 3 árum og byrjaði einkafluginu haustið bara þar eftir. Útskrifast maí 2013 og byrjaði haustið þar eftir. Ekki verið löng skólaganga þín hjá Keili þá heldur? Nei, í rauninni ekki. Það sem að
ég byrjaði hausti 2013 í einkafluginu og fekk svo að byrja janúar 2014 bara í atvinnuflugmannsnámi. Var ekki alveg búin en fekk smá undanþágu hjá þeim og gekk svo vel að fljúga og kennarinn alveg bókaði mig hægri vinstri og alveg frábært með það að gera. Þannig að þetta bara gekk bara alveg eins og ég ætlaði mér að láta ganga og fekk þá að byrja í rauninni hálfu ári fyrir heldur en ég ætlaði. Og hvernig var nú námið hjá Keili? Námið, bara mín námsleið, ég var bara mjög ánægð með það. Ég tók sem sagt modular leiðina, þeir eru komnir með samtvinna atvinnuflugmannsnám líka. En ég fór sem sagt þá í einkaflugið, hafði mjög gaman að því, fekk að fljúga ein þar eftir og byrjaði svo í atvinnufluginu. Þá var námið harðara, svona bóklega námið. Bara alveg frábært og þar kynntist ég fullt af fólki hvaðan á var heiminum, þar sem að námið á ensku og það er bara, Íslendingarnir eru orðnir í minnihluta. Þannig að það eru rosalega mikið af fólki frá Danmörku og Svíþjóð sem er að koma inn að læra og ég var mjög ánægð bara með námið í heild sinni og hvernig allt gekk fyrir sig hjá mér í Keili. Þér að þakka að það er samstarf á milli flugskóla Keilis og á Flórida. Já, því var komið í kring bara núna daginn og það er bara að skýrast allt saman núna, hvernig þetta mun verða og ég var sem sagt fengin í það að halda utan þetta samstarf. Þetta er svona, svokallaði bara svona, þetta er auka, bara viðbót við flugnámið þannig að fólk getur farið út og ná sér í flugtíma úti og reynslu og þetta er bara eitthvað sem ég mæli eindreiði með og kendi mér rosalega margt og bara maður nær þvílíku sjálfstæði í fluginu sjálfur og verður bara alveg í öðru landi að fljúga og allt á ensku og enginn til að aðstoða þig ef þessi þörf í rauninni. Jú, þetta var flugskólinn sem ég var hjá ótrúlega hjálplegur og mér leiði rosalega vel þar kveiknaði hugmyndin. Ég er mjög ánægð með að Keilir hafi skrifað undir viljayfirlýsingu samstarf við skólan úti. Ég tel að þetta getur verið mjög spennandi tækifæri fyrir nemendur skólans og þetta verður gaman að fylgjast með þessu og fylgja þessu eftir í náinni framtíð. Nú ertu að ljúka atvinnuflugmannsnámindi við blindflugsréttindum. Hvað tekur við? Hvað tekur við? Það er svo sem svolítið óljóst þessa stundina en það eru ýmsir valmöguleikar í boði. Það sem hefur verið að heilla mig mest er að ég get sótt starf úti og sem sagt bara atvinnuflugmannsstarf sem first officer, sem er flugmaður í hægra sæti. Get gert það eða þá farið í kennarann og námið þannig í tímana. Það eru svona þessir kostir sem ég er helst að hugsa um. Nú ert þú ýmsum hæfileikum gædd. Annað en að fljúga og hafa áhuga á flugi. Þú spilar á píanó. Langt síðan þú lærðir á það? Já, það er í rauninni svolítið langt síðan. Ég lærði þetta bara í æsku og hætti svo þegar ég brotnaði. Ég var einhvern veginn á unglingsaldrinum eins og svo margir gera, svona byrja smá að missa áhugan og hætti svo þegar ég handleggsbrotnaði en hef einhvern veginn alltaf leitað í þetta svona sem einhverja ró, bara svona hálfgerða útrás í að setjast og spila þessi helstu dægurlög. Bara mér til gamans og verið ævinlega þakklátt fyrir það að geta gert það, bara yndislegt. Þetta er svolítið meira heldur en bara einkasýning, þarna er æviskeiðið þitt bara sett upp. Já, þetta er bara líf mitt komið og þetta er bara eins og hitt af mig, bara í einu grænum kvelli og allt mitt líf. Þannig að þetta er búið að vera svo sálfræði þerapía að gera þetta, að þú veist, raða öllu sínu lífi upp í réttri tímaröð
og fá að skoða þetta svona eins og að sjá lífið sitt úr lofti og fá algjöra yfirsýn yfir þetta, allt. Ég bara mæli með þessu við fólk. Takið fullt af ljósmyndum frá öllum tímum, raðið þeim upp í rétta tímaröð og þá sjáu þið strax hvað ykkur leið vel og hvað ykkur leið illa og ef ykkur leið illa þá bara spurjið ykkur býtu, ykkur manneskja á þessum myndum sem ég þarf að biðja afsökunar eða þarf hún að biðja mig fyrirkenningar? Akkur þessi manneskja farin út úr lífinu? Akkur kom þessi manneskja núna á þessum tíma? Og þetta alveg gríðarlega gaman og hressandi sko. Og rifja upp í leiðinni allt það fólk sem þú hefur kynst á lífsleiðinu og hefur haft áhrif á lífið þitt. Algjörlega og svo öll músíkin maður og öll listin og listsköpunum sem felst í öllu þessu dóti. Það eiginlega búningarnir einir og sér gætu verið bara sýning í sjálfu sér. En þetta svo miklu meira, annað og meira. Við erum búin að gera í rauninni heimildamynd þetta allt saman og heimildamyndin saumuð í sýninguna. Við reynum að forðast að vera með bara svona þurran texta við alla þessa muni. Þú ítir á takka á svona spjaldtölvu og þá poppar upp hausinn á mér og ég leiði þig í gegnum safnið og segi þér söguna allan tíman. Þetta svona 2-3 mínútna bútar á hverri stöð en stöðarnar eru alls 14 og þannig að þú í rauninni horfir á heimildamynd á meðan þú gengur safnið. Og svo geturðu dúllaði við að gera margt annað skemmtilegt. Ég held þú komist ekki nær tónlistin en að fá að mixa hann upp á nýtt. Þannig að þú getur sest hérna við svo kallar mixerborð og hljóðblandað svona helstu lögin mín bara upp á nýtt eins og þú vilt hafa þau. Og þá kannski læriru og gerir þér grein fyrir því að þótt að poplög kannski hljómi eða líti út fyrir það að vera svo einföld í grunninn að þá þau samansett úr ótrúlega mörgum litlum flóknum hlutum og flott einfalt poplag útheimtir alveg gríðarlega flóknar hluti. Þannig að nú færði það fykt í þeim og jafnvel lærin á þetta. Og að samanskapi þá erum við búin að smíða þetta söngklefa sem þú getur labbað inn í og þú getur sungið pallalögin upp á nýtt og þú færði alveg textan fyrir frammi en þú mátt líka bulla textan upp á nýtt, þú mátt bara gera þína útgáfa af þessu og svo þú ert búinn og neglir teikið þá bara skrifar inn e-mailið þitt og þú færð upptökuna þína senda heim til þín í posti á MP3 og þú mátt eiga þetta og þú getur deilt þess á Facebook, bara allt sem þú vilt gera. Og allir þessi búningar sem þú hefur klæðist hérna á lífskeiðinu, getur þú valið eitt sem þú heldur mest upp á? Sko það eru nokkrir sem kannski skipta mig meira máli en aðrir, eins og Rocky Horror búningurinn, Frankenfurter, síðan 91, hann skipti mig máli þegar það var þarna sem lætin byrjuðu í rauninni. Og það var þarna sem sprengjan sprakk og síminn byrjaði að hringja og hann hefur ekki stoppað síðan sem betur fyrr. Og svo auðvitað held ég upp á Eurovision búningin 97 og það eru gay pride búningar hérna sem að skipta mig ákvæmlega einhverjum máli. Ég tengist mjög hlýjum minningum við. En annars þá þetta í rauninni líka svona vitnisburður til dæmis klæðskera minn, hvað hann mikill listamaður, hvað eru miklir dítelar í þessu og smáatriði. Og í rauninni þá hef ég verið umkringdur snillingum allt mitt líf. Leðu við þökkum fyrir áhrifu minnum við á aðra fríska miðla víkufrétta, vikulegt fréttablað, vff.is en það víkufréttavefurinn með fréttir alla daga og fyrir kylfingana kylfingur.is. Þar einnig sjónvarpsframleiðsla í gangi. Við minnum á að það hægt að sjá eldri þætti sjónvarpsvíkufrétta á YouTube rásinni undir sjónvarp víkufrétta. Eigið góða stundir, verið sæl.
Þar getur þú prófað hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú